Við kynnum til leiks bucketlistin hans afa. Við getum þetta 10 sinni þá. Annars Framundan í bucketlistanum. Strákarnir skella sér í safnið. Hvernig fannst þér þetta safn? Þetta var heldur slapt. Borða á Michelin-stað. Syngja í kirkju. Hann verður að segja mér að myndatökumæður. Rugla í gamla manninum. Láttu ekki svona yfir. Þetta er svakalegt. Og fara í undarlega bátsferð. Finnst þér sérstakt að vera í bát í miðri borg? Mér finnst þetta bara harfa vittlaust. Þetta er 10. bucketlistferðin og löngu orðið tímabært að taka allt ferðalegið upp. Ormar er afi Nökkva og hefur alltaf átt hann draum að ferðast meira. Það er þetta með guð bara peilum að segja guð. Það er ekki langt leið á ferðina en afi er strax orðinn syfjaður. En hann lætur ekkert stoppa sig. Framundan er ferð með gamanferðum til frændavora Íra. Nánar tiltekið Dublin. Nú erum við komnir til frændavora Íra. Flugferðin var nokkuð góð fyrir utan sterkan óþref. Veistu þú vind í flugvelli? Gaus þessi svakalíf einhver stundum að hvort það væri við stelpflugvélina mig, ég veit það ekki. Ég átti bara bát með mér sko. Ég leist ekki vind. Varstu að kúast það? Nei sko, ég hefði allt úr hlátri að það hefði byrjað að kúast sko. Þetta er sko, maður bara sló fyrir mig alveg þetta. Afi, þetta var pottþétt Nökkvi. Taxinn brunaði beint með strákana upp á hótel og þeir geta ekki beðið eftir því sem koma skal. Það komast út þessu bíli. Fyrsta misjón dagsins var að taka lagið. Ég fram á nýfur og gengvæna brú. Þetta var ramfalskt maður. Þetta var ramfalskt hjá okkur. Það er allt falskt sem er eðlilegt. Rétt afi. En býttu, hvað er í gangi hér? Láttu ekki svona yfir. Þetta er alveg svakalegt. Það er hann dýrvitlaus. Þið að gera þetta ekki inn í dómkirkjunni. Dýrvitlaus. Það er hann að dýrvitlaus. Egil, ekki hérna í kirkjunni. Að sjálfsögðu gekk dýrið líka laust í dómkirkjunni. Og svo að þú stýrir. Afi byrjar ekki fyrir hann heyrir aksjón. Og að byrja á því. Hann verður að segja mér að myndatökumæður. Já, það gengur. Hvað segirðu? Það gerur svo vel. Ó, þá náða þeiga Jesú, engað inn í hverri þraut. Þetta var fallegt hjá strákunum. Afi er samt ekkert að splæsa í knús á Nökkva. Eftir þennan fallega söng og dag tekur við kvöldstund á Michelin-stað, þar sem afi mun bregða sér í gervi Gordon Ramsay. Viltu nauta kinn með beinmör? Er ekki kartöflur neitt svona með þessu? Jú, þú getur fengið sko kartöflur sem eru steiktar upp úr andafytu. Nei, ég tek bara saman því. Ég líst ekkert á það. Þetta er sem þess brauð. Það er gert úr hveiti sem er þjappað af hænur. Hænur eru að stíga á því. Þá er komið að fyrstu máltíðinni. Hvernig er þetta? Svona bara. Þú vilt ekki fá meira af þessu? Nei. Ekki byrjar þetta vel. Hvernig er þessi? Góður það? Nei, ekki hann góður en. Viltu ekki meira af þessu rétt? Nei. Þá eru 2 réttir farnir í vaskinn. Næsti réttur takk. Það sem er sérstakt við þennan lax, að hann er búinn að vera í skólpinni í 4 daga. Þetta er gott. En hvernig fannst þér rófurnar í byrjun? Æ, það var leður. Þeir þetta líka vel út maður. Nei. Nei? Hvernig er þetta? Finnst það vont með það? Þetta er bara einhver kjötkássa, þetta er ekkert kjöt. Þetta er bara kjötskássa. Þú stendur á Michelin-staðnum og þú segir þessi djöfisins kássa. Ég geði þessu
1,5. Fallengun. Það er að borða magan úr svíni. Þetta er ekki meitt. Þetta er eitt. Þetta er verra. Þetta er verra. Hvað meinar þau? Hvað er þetta? Það var ekki reyna svínsmaðan. Þetta hlýtur að vera réttur í lagi. Þetta er bara með degið. Jú, við hittum það svona. Þannig ertu. Ok, þetta er mjög heitt. Þetta er mjög heitt. Það haldi sig við disnum. Hvernig er þetta? Þetta verður að gefa í 1,5. Lýstu þessu fyrir okkur. Hvað Ég verður bara að segja ykkur að stráka mínu, mér þykir þetta bara vond. Það er nokkuð ljóst að það er erfitt að gera afa til geðs. Mikið rosalega hlýtur amma Kolbrún að vera góður kokkur. Við erum sem komnir á eitt fínasta veitingastað Dublin og afið er búinn að gefa flestum réttunum 1,5. Þetta er hreinskilnin beint frá Eyjafirði. Hvað fengu þeir eiginlega að borða í Eyjafirði í gamla daga? Það er komið að, tertunni. Það voru gaman að vita hvað hann finnst. Já, en allt og sterkt súkkulaði af þessu. Og mikið súkkulaði. Já. Hvað finnst þér hérna? Þetta er hreinskilnin. Hvað finnst þér? Já, þetta er svona alla, 2,5. Ég hlakka til að borða á fleiri Michelin-stöðum með afa og láta hennan gamla sveitastrák dæma alvöru mat. Afi er ekki hrifinn af því að labba. Hvað þá eftir svona dýrindis máltíð? Það er með labba hvað? Labba, Egill, það er svona korter í hóteli, við göngum þetta bara. Þá tekið þessu, strákar, hætti þessu. Get ekki pantað en Uber? Nei, við erum að færa að labba. Það er ekki bara góða göngu, við náum að melta þessi leiðinu og svona. Nei, ég get það ekki, ég get ekki labbað. Strákarnir eru ekki lengi að skipta gír. Ekki lifandi skelfingar óskum gaman að vera svo lítið hífaður. Langur dagur að baki og menn orðnir þreyttir. Morgunn eftir tók sólin vel á móti þeim á leiðin á safnið. Ég veit nú ekki með ykkur strákar, en ég er nokkuð vissum að við höfum flogið til Dublin í gær en ekki Tenerife maður. Hvað rugglaði þið þetta maður? Sást eitthvað illa? Það er ekki sérstaklega hrifinn að þetta er að bíða. Og það eru örugglega 5 mismunandi aðilar búin að biðja hann að bíða í þessum túr og hann er búin að vera hérna í 7 mínútur. Hann er ekki í góðu skapi. Hvernig líst þér á þetta safn? Ég hef ekkert samt séðan þá, svo við sagði. Þannig við látið bíða aftur. Við höfum þurft að skýra út fyrir 8 mismunandi írum að við séum að leiðin í safnið. Það var skýtsamlega þetta safn. Við erum að stoppa þetta. Það er bara eftir að sjá. Við erum búin að vera hérna í 2 mínútur. Beðum í svona 10. Og það er gjörsamlega búin að gefa allt upp. Gjörsamlega. Er það áhugaður? Hvernig fannst þér þetta safn? Þetta var heldur slapt. Gamla ljósmyndin og búið. Það gefur þessu safnið fallengu. Safnið var ekki að gera mikið fyrir okkar mann. Það er ekkert annað í stöðinni en að skella sér í bakaríið. Kanntu brauð að baka? Já, það kann ég. Ertu nú alveg vissum? Já, það er ég. Eða ertu vill að plata mig? Þvílík frammistaða. Strákarnir fundu lausn á því að afi þurfti ekki að ganga. I'm gonna take care of you, my man. Það er góð bún. Og gerðu heiðarlega tilraun til þess að krydda upp á ferðina í mollið. What? No money? I got no money! Þorgeir eru skítrættir í kringum því. Gaman að rættum. Aðeins að hemja sig. What a pony! That's what I should that time. Daddy can have a pony! That time. Please, a pony.
I want a pony. Hey, please, may I have a pony? That time! I want it. I want a pony. Ætti þessi strákar! Þetta var ekki löng verslunarferð. Allir í bátana. Hvað er þessi bátar? Er þetta hérna á hjólunum? Já. En nú förum við borð í þetta sem kallast bátur, en ekki líst mér á það. Hey there lad. Það verður að viðurkennast, ég er alveg óstjórnlega spenntur fyrir þessu. Ég hafði tilfinningunni að þetta verður gott. Við hérna hafi gottar af því við setjum hérna í bátnum með víkingahatta sko. Já. Mér finnst þetta geti eiginlega ekki verið betra sko. Nei. Ég ætti gefið þessu einhvern þegar í land er komið. Í land, við erum ennþá á landi. Við erum hérna bara á miðri götu í gerfibát. Með víkingahatta. Algjörðu skrípaleikur. Afi er mjög hrifinn af bátsferðum, en ekki eins og þessari. Finnst þér sérstakt að vera í bát í miðri borg? Mér finnst þetta bara arfa vittlaust. Og láta það blekkja sig svona. Þú ert ekki hrifinn af þessu bátsferð? Nei. Nú er nóg komið. Ef þú fengir ráða þá myndir þú stíga út úr bátnum núna. Heyrðu, það er hálftími eftir strákar. Mér sýnst við vera að fara í hafið núna. Afi, þá förum við í Björgólfsveitarveistu. Hvernig að þú voru að hlaða með þetta maður? Ég kemst ekkert í þetta maður. Það er svo lítið, já. Jöfull er það þrenn maður. Það er meira ferðalag. Ég veist þetta óþarra rúntur bæinn hana. Já, það var alltaf langur. Eftir 40 mínúna akstur þá keyrðu þeir loksins ofan í Smásprænu. Í smá stund. Þetta var nú svona í lagi þegar upp er staðið. Mér finnst það geðveikt. Mér finnst það geggjuð bátsferð. Ég er feginn að henni er lokið. Bátsferðin var viss vonbrigði fyrir okkar mann. En að syngja þetta gamla sveitalag er það aldrei. Geng ég fram á víkur og geng væna brú, djúpa lít með dalinn og dáfögur dúr. Í hverri ferð er alltaf exað við einhvað á bucketlistanum. Nú var það kasínóferð. Þú aldrei stíð fætinn í kasínó. Hvað hefur um kasínó að segja? Ég þekki það ekki, ég hef ekkert um það að segja. En þú ætlar að sjá... En mér sýnist þetta að segja hálfgert djöfisins djöflafyrirtæki. Já. Við ætlum að kíkja hann inn og eftir smástund ætlar Afi að segja ykkur því miður megum ekki sína neitt hana inni. Nei. Og Afi ætlar að segja ykkur nákvæmlega hvað hann finnst eftir. Afi í fyrsta sinn á kasínó. Hvað finnst þér um þetta að prófa þetta? Já, það var gaman að sjá þetta. En þarna sá ég bæði sorgir og gleði í andlit sem fólks. Ekki gamla. Það er bara svoleiðis. Ekki spila þetta. Þú getur tapað öllu. Eftir skemmtilega ferð var komið að kveðjustund. Nú kveðjum við Írland og biðjum Guð að blessa írska þjóð. Og þökkum fyrir okkur ánægjulega daga sem við áttum hér. Og því fer sem fer, stöndum þétt saman. Þetta var gott, sagði.